Fjórði dagskrárliður, Oddeyri rammarhluti aðalskipulags. Sigurður Óli Sigurðsson, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. 8. liður í fundargerð skipulagsráðs dagsett 11. janúar 2017. Drög að rammarhluta aðalskipulags fyrir Oddeyri voru kynnt þann 27. október 2016 samkvæmt 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og voru aðgengileg á heimasíðu skipulagsdeildar og í þjónustu Anddyri í Ráðhúsi Akureyrar. Kynningarfundur var haldinn 2. nóvember 2016. Frestur til þess að senda inn ábendingar var 23. nóvember 2016. Ábendingu var vísað til áframhaldandi vinnu við rammaskipulagið. Endurskoðun tillaga að rammarhluta aðalskipulags dagsett 16. desember 2016 er lögð fram. Skipulagsráð samþykkir að tillögunni verði breytt til samræmis við umræður á fundunum og leggur til við bæjarstjórn að tillagan þannig breytt verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Bæjarfulltrúi Sigurður Óli Sigurðsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Eva Dögg, við biðjum orðið. Ég var hrund fyrir ekki. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara aftur brýna fyrir mikilvægi þess að fara í lagfæringu á Tryggvabrautinni sem fyrst. Og þannig að ég bara hveti þess að því máli verði flýtt sem kostur er. Eins og ég sagði hér fyrir einhverju síðan að þá tel ég þar vera mikla slysahættu og þetta eru einbreiðu gatnamót landsins er mér sagt og þarna er mjög þung umferð sem kemur niður Hjalteyjargötuna og mætir Tryggvabrautinni, þannig að gatnamótin þar eru tel ég vera hættuleg og eins er gríðarlega mikil, eða hefur verið gríðarlega aukning á þjónustu við Tryggvabrautina og ég tel það ástand sem þar er núna ekki okkur til góðs, þannig að við ættum að flýta því ferli sem mögulega er. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil í fyrsta lagi bara fagna því að þessi tillaga rammaskipulagi skuli vera komið fram fyrir Oddeyrina. Ég held að það hafi allir verið sammála það í kosningabaráttunni síðast og lengi verið sammála það að væri komin brýn nauðsyn til þess að fara og endurskoða skipulagsmál Oddeyrinnar. Oddeyrin hefur orðið mínu viti og dálítið útundan á Akureyri núna undan gengin ára mörgu leyti. Þetta er viðkvæmt svæði, þarna er mikil atvinnustarfsemi og það þarf að flétta saman bæði þjónustu og atvinnustarfsemi og íbúðabyggð. Það er ástæða kannski til að fara að þétta byggðarna, þannig að hefur íbúum einhverju leyti fækkað, allavega fækkar börnum í Oddeyrarskóla þó nokkuð og stefnir í frekari fækkun eftir því sem virðist vera og það er mjög mikilvægt að taka góða umræðu þetta rammaskipulag bara heilt yfir í bænum og ég skora nú á íbúa að kynna sér þetta vel og skoða þær upplýsingar sem þarna koma fram, þær hugmyndir sem eru þarna settar fram. Þarna er í sjálfu sér ekki settar fram neinar hugmyndir skipulag í smáatriðum, heldur er þetta meira í þeim anda að afmarka svæði og tala landnotkun og þar fram til götum sem skiptir náttúrulega máli áður en til deili skipulags kemur. En það er eitt í þessu sem að ég vil líka minnast á að aftasti hluti þessa skipulags eða í viðauka við það að það er dálítið talað landnotkun á svæði sem náttúrulega tengist Oddeyrinni að einhverju leyti og er Akureyrar völlur og það svæði. Nú sá ég upp í Káa heimilið daginn þegar ég fór þar í afmæli að þar voru kynntar framtíðar tillögur Káamanna skipulag á því svæði og það er gert ráð fyrir því að rísi keppnisvöllur með stúku þannig að þeir Káamenn komi ekki til með að nýta knattspyrnuvöllinn eða Akureyrarvöll í framtíðinni. Og þá er mikilvægt að fara að pæla í því og kannski fyrr en seinna
hvernig ætlum við að nýta þetta svæði? Og það svo margt sem hangir saman við þetta, þó að þetta sé ekki beint hluti af þessu rammaskipulagi, þá tengist þetta með ákveðnum hætti og ég held að sé full ástæði til að fá fram umræðu og það sem fyrst þessi mál hérna á Akureyri. Þetta mjög viðkvæmt svæði, það hafa allir örugglega skoðun á því hvað eigi að vera þarna til hvers ég að nota þetta og það ekki seinna vænna en að byrja þá umræðu strax. Því að ekki síst í ljósi þess að það eru áform uppi það að reisa samgöngumiðstöð hérna sunnan við völlinn og þá má þá velta því fyrir sér hvernig við ætlum að tengja þetta saman miðað við þá framtíðarsýn sem við höfum til þessa svæðis og notkunar þess. Ef þetta verður grænt svæði sem dæmi að stóra hluta, þá sé ég ekki að samgöngumiðstöð á þessu svæði hér norðan Ráðhússins fari endilega saman við þær hugmyndir. Þannig að ég legg til og skora á okkur öll að taka virkan þátt í umræðu þetta skipulag og ég held að við í bæjarstjórninni ættum að setjast niður fyrr en seinna að fara að velta vöngum yfir því hvað við viljum sjá á þessu svæði og þá í tengslu við miðbæinn og Glerártorg. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu og orðið laust. Það sem enginn hefur kvætt við ljós, göngu til atkvæðagreiðslu þess að geta samþykkt eins og þess gefið merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.